Góðan og blessaðan dag, kæru áhorfendur. Við erum komin hérna, ég og mig, gengið að fara að taka upp seríu 2. Hvað erum við að fara að brasa á, Styrr? Við erum að fara að ferðast landið og ætlum að byrja á Króksværanum Sauðárkróki. Herði, við erum núna mætt á Sauðárkrók eins og sést á hérna körfuboltakörfunum fyrir aftan, ég veit ekki hvort hver við nærði. Og við erum komin hérna heim til Ásthildar. Já, hingað erum við komin og við ætlum að fara í smá kaffi til pabba. Let's do it. Mætti í Drangey. Það er svo geðveikt flott eiginlega. Já. Ekkert smá. Og við erum að lenda hérna á hæsta punktunum á eyjunni þar sem við sjáum yfir allt. Í upphafið þegar þið ákveðið að skipta um hennar lífstíl, stökkva út, bralla það allt. Þið væntanlega voruð ekki í því fyrir, maður fæðist ekkert endilega í því bralli. Og mér langaði að spyrja bara hvernig var fyrst þegar þið ákveðið að taka þetta stökk, að flytja út og fara ykkar eigin ótróðnu leið? Okkur langaði náttúrulega báðum að fara einhvert þar sem var heitt, strendur. Já. Svona tropical. Já. Náttúrulega eins og flestum Íslendingum. Ég hugsa það fyrst. Og mér langaði að læra spænsku. Já. Þannig að við vorum að hugsa skilur Spán eða annarkvort eitthvað svona meira framandi eins og í Mið-Ameríku eða Suður-Ameríku. Já. Okkur leist mjög vel á Costa Rica. Já. Og við héldum fyrst að við erum kannski bara 2 mánuði eða 3 eða eitthvað. Já, þannig þið voruð ekkert búin að negla fyrst að vera svona lengi á ferðalagi. Nei. Hvað gerir góða Instagram-mynd? Já, fer náttúrulega voðalega mikið eftir hvað, sko á Íslandi þá virðist það virka mjög vel að vera með svona pínu moody myndir, sko. Þegar Íslandi er landslagið, þetta er rosalega mikil dramatík í, svona dökkt og þú veist, kallt og en svo náttúrulega maður á Bali þá er þetta bara svona fólk meira fyrir svona ljósar og strandar og svona. Mér finnst mjög mikilvægt að virðist virka mest að hafa alltaf fólk inn á myndinni, sko. Sama þó að taka einhverja mynd svona af til dæmis þessari eyju bara með dróna, að hafa það allavega einhvern inn á myndina sem fólk sér. Það bara einhvern veginn, fólk einhvern veginn finnur meira. Þó hann sé pínu lítill. Það er alveg algjörlega. Samt gerir það svo mikið eitthvað. Sérstaklega eins og Íslandi, ef þú ert, þú veist, já, í rauðu með gulum jakka einhvers staðar hérna áberandi, sko, sér eitthvað. Það er ekki rétt svo. Nú erum við að fara bara með bátnum heim í land á Krókinn og þar taka við einhver önnur ævintýri. Eftir skemmtilega ferð í Drangey erum við mætt hérna fyrir utan Sýndarveruleikasafnið. 1238, baráttan Ísland og við erum að fara í það. Kýlum á þetta.
Gæði. Ok, við erum komin inn á Þingvelli þar sem við erum að fara að snorkla í Silfru og eins og þið sjáu á öllum bílunum þá eru ótal aðilar að hósta þessum ferðum en að sjálfsögðu fyrir við með Tröll Expeditions. Þú veist náttúrulega að það eru nokkrir búin að deyja í Silfru í gegnum árin. Ó. Já, þannig að ég ætla að segja nokkuð lokaorð. Ást og friður, bara ég elska ykkur öll, takk fyrir að bara vera frábært. Hefur eitthvað við þetta að bæta? Já, ekki bara kýla á þetta. Bara kýla á þetta. Just take my hand and I'll walk you to Japan. We'll go. Just take my hand and I'll walk you to Japan. Ok, við erum núna tilbúin að fara í Silfru að snorkla. Ég að sjálfsögum með bleika og Ásthildur með fjólblá og sitt, þannig getið þið þekkt okkur. Það var mjög erfitt að spýta í gleraugun en við lifum það af og ætlum að hoppa út í. Sjáu þessu. Góðið nýtt plan. Þetta verður fyrstur í gegnum leiðina vinnur. Annar þáttastjórnandinn mun hætta svo sem vinnur fær að vera áfram. Og Skúli tekur þetta allt upp á GoPro-u sitt. Just take my hand and I'll walk you to Japan. We'll go. Just take my hand and I'll walk you to Japan. Það var gæðin. Mér er ískallt á fingrunum sko, ég var greinilega að hreyfa það alltaf mikið eða eitthvað. En það var ángríð sturlað útsýnið og allt annað. Maður var bara annars fljótandi að vippa sér upp og niður sko. Það var alveg geðveikt. Þetta var geggjað! Þetta frick! Ég bara, maður svona horfir upp og sér fullt af dóti, maður sér svona það sem maður sér venjulega svona yfirborðið, svo bara lítur maður ofan í vatnið og þetta er bara svona einhver annar heimur, þetta er bara fáránlegt sko, geðveikt. Við erum mætt hérna í settið hjá Cozy með Agli og Jakobi. Sælir. Blessaði minni kæri. Takk alveg fyrir að fá okkur inn í settið. Já. Það lukkar virkilega næs. Byrja á því að spyrja ykkur bara hvað það er sem þið eruð að gera og segja ykkur aðeins frá því sem þið hafi verið að gera upp í síðkastinu. Ok. Við erum netmiðill sem erum allan til að byrja með að framleiða efni, þá afþreyingarefni fyrir 3 internetmiðla á Íslandi. YouTube, Facebook og Instagram. Já. Og planið er bara að koma inn með nýtt efni, nýjan vinkil á afþreyingu á netinu á Íslandi. Þetta er náttúrulega eitthvað sem fyrirmyndin er bandarísk. Það eru síður sem eru búin að gera þetta mikið á YouTube og það hefur virkað vel. Jú, við rjúum þessa útsendingu af Ég og mig seríu 2 til þess að skipta yfir í föstudagsþáttinn. Hingað til mín í sófann er ég komið með Ásthildi og Stefán Eli. Velkomin. Takk að þér fyrir skólum minn, gaman að sjá þig. Takk. Það er núna að rætast ákveðin draumur hjá ykkur. Þið eru búin að vera alla seríuna að nauða í mér að fá að tala sjálf en ekki vera að taka viðtal við viðmælendur. Hvað hafið þið að segja? Já sko, ég man nú meira eftir nauði í þér að fá að komast loksins inn í þáttinn. Já, það var líka hjá mér hérna. Ég man ekki alveg eftir hínu sko, en samt gaman að koma og spjalla okkur sko. Í sjálfu sér þá kannski draumur okkar allra að rætast. Mér langar til að vita hvernig hafa tökurnar gengið, finnst ykkur svona í seríu 2? Í gegnum mín augu þá finnst mér þetta búið að vera alveg magnað hingað til sko. Við erum búin að afreka margt á stuttum tíma. Þetta er náttúrulega ótrúlegt. Við erum búin að gera svo ótrúlega mikið sem ég hef bara, mér hefði ekki dátt í hug að við myndum gera í mig. Bara þetta er búið að vera ógeðslega gaman. Algjörlega. Season 2 móti Season 1, er eitthvað öðruvísi? Þetta er
allt öðruvísi, myndi ég að segja. Já, þetta allt annað koncept núna þegar við erum að ferðast meira og með aðeins nýja sýn á þetta gagnvart hvað við erum að gera í þáttunum. Við erum meira að fara og bralla eitthvað heldur en við gerðum í fyrri seríunni. Meira kannski svona, já, einmitt, að bralla eitthvað, að gera eitthvað, að fara eitthvað. Vissulega vorum við að fara, en við vorum með rosalega afmarkað svæði hvert við værum að fara. Núna er þetta meira bara svona, við förum bara hvert sem er og fundum rosalega vel út úr því. Núna erum við til dæmis á Hótel 360 og vorum á Hótel Ion, gistum á því líka og erum búin að fara svo ótrúlega vítt og búin að gera svo ógeðslega mikið og það er bara svona, það er svona öðruvísi. Það er ekkert endilega betra að verða, það er bara svona öðruvísi, myndi ég segja. Skiptir þetta máli eftir svona langa tökudaga að geta tjekka sín á hótel sem er með spa og svona ákveðnum luxus, myndi ég segja? Það er ekkert smá kósí að lenda hérna inn á þessum fallegu hótelherbergjum eftir stús dagsins sko, og geta aðeins pústa. Sérstaklega þegar við erum með, já, eins og þú segir, spa og allan þann næs búnað sko. Já. Þannig að þið eru raun stíinu fyrir ofan núna sem þáttastjórnendur í sjónvarpi. Þið gistið ekkert í tjöldum þið farið inn á fín hótel. Algjörlega sko, 1000%. Annað en planið var sko, við ætlum bara eitthvað að reyna að tútla okkur áfram og svo bara, þú veist, fengum þessi frábæra, hvað segir maður, frábæra aðstöðu? Já, til þess að fá að vera og chilla og gera eitthvað skemmtilegt. Nú í seríu 2 er kominn annar tökumaður. Í fyrstu seríunni var það Stefán. Var ekki pláss fyrir 2 Stefána í tökuteyminu, finnst þér? Þetta var náttúrulega ekkert flóknara en það að ég sagði bara við Stefán að það verður bara annar einhver að fara og það endaði bara á að sjálfsögðu slagsmálum. Og því miður er Stefán ekki með okkur í dag þar sem að þetta var bara slagsmál til dauðans, sko. En fengum Tjörva í staðinn svo ég er glaður. Hvernig hefur Stóri T verið að standa sig á stöldinni? Hann er bara búinn að vera ágætur, sko, svo sem. Mér finnst Tjörvi búinn að vera magnaður. Ég kann mikið að meta hans skotstíl og vinnubrauð, sko. Og líka mjög góður partner on the road, myndi ég segja. Líka sem bara kemur áhugaverðar sögur. Öðruvísi, já, áhugaverðar sögur, sammála því, en líka bara svona, hann er svona öðruvísi heldur en Stefán. Hinn sem sagt. En hvað sjáum við svo næst frá ykkur? Er þáttaröð 3 af Ég og mig á næsta leyti? Ég allan er mjög opinn fyrir því og væri meira en til í að kýla á bara að gera meira og meira af þessu því. Mér finnst þetta ótrúlega gaman og held að þetta gefi alveg rosa mikið til þeirra sem að horfa að fá hann innblástur, sko. Mjög sammála. Er þetta bara fyrir ungt fólk þess að þér? Alls ekki. Þetta er bara fyrir í rauninni hvern sem er. Þetta er bara til þess að sýna að ungt fólk hefur rödd, að gefa ungu fólki rödd og segja að það er ekki bara fólkið í stóru vinnunum og stóru stöðunum sem hefur eitthvað mikilvægt að segja og hefur eitthvað fram að færa. En líka ungt fólk bara, já, það er hægt að nefna svo ótrúlega marga, sko. Sérstaklega bara eins og þeir sem eru búin að vera í þáttunum og þeir sem eru að fara að koma í næstu þáttum, sko. Sería 1 tekin upp á Norrlandi eystra, þið færið ykkur yfir á Norrland vestra og suður núna. Hvað með Vesturland og Austurland? Ég held að stefnan sé bara tekin á að fara þar og bauka eitthvað ýmislegt skemmtilegt á næstunni í eins og seríu 3 eða 4 eða hvernig sem það fer, sko. Ef við getum þá klálega viljum við fara þangað, sko. Ég held að það væri alveg jafn skemmtilegt, sko. Alveg 100%. En núna eftir þessa tökur er það þá bara spaið og njóta hérna á Hótel 360? Klálega, sko. Ég er meira en til í að fara í spaið og komast í aðeins gufu og svona að stíma sig niður, sko. Já, róa sig niður eftir langan og skemmtilegan dag, sko. Takk kærlega Stefán Elí Ásthildur fyrir komuna og þakka ykkur áhorfendur fyrir áhorfið í þessum föstudagsþætti. Við viljum að skipta aftur yfir í seríu 2 af Ég og mig. Ok, við erum komin hérna núna í Reykjavík og erum að fara að tala við Egil Halldórsson og eins og mér sýnist þá er hann bara mættur hérna að taka á móti okkur. Sæl og blessi. Hæ. Gaman að sjá þig, vinkona. Blessaði mig kæri. Gott að sjá þig. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá okkur og spjalla. Velkomin, viljið koma í kaffi? Já. Kíkjum inn. Viltu segja okkur bara frá því hver þú ert,
hvað þú stendur fyrir og bara svona aðeins koma til skila hver persónan er. Ég heiti Egill Halldórsson, var að segja ykkur frá því áðan, ég er frá Akureyri. Þannig að ég get stoltur að segja það þegar ég er í N4. Þannig að það er geggjað. Ég er búinn að búa í Reykjavík, bara í miðbænum núna síðustu ár og eiginlega bara allt mitt líf, og þannig séð. Ég er 25 ára gamall og ég held að þið séuð hérna og ég er búinn að fá svona örlítið athygli af því að eins og þið talaði um áðan, þá er ég að fara svona örlítið óhefðbundna leið í lífinu og hún felst eiginlega bara fyrst og fremst í því að vera að elta bara það sem ég þykir geðveikt skemmtilegt og reyna að gera það hverju sinni. Flestir fylgja þessari leið sem við nú þegar búið að móta fyrir þá, bara þú tekur skólan, fylgir því allt og þú ferð í vinnuna og allt það, en svo kemur þú og þú skapar þína eigin vinnu, gerir það sem þig langar til þess að gera, það fylgja þetta einhverju kostur og gallar. Ég er að velta fyrir mér hvar þeir liggja. Þetta er ótrúlega ólíkt. Ég hreinskilni sagt, ég þekki ekkert eitthvað rosa vel hina leiðina, því ég bara hef vel aldrei verið í vinnu, eða ekki síðan ég var tvítugur. En mér finnst það sem ég er að gera henta fullkomlega fyrir mig. Hitt myndi kannski ekki gera, ég veit það ekki. Því fylgir fyrir mig ótrúlega mikið frelsi og ég get gert eins og ég hef sagt ykkur, ég get gert það sem mér þykir skemmtilegt. Bara stjórna svolítið deginum mínu sjálfum. Ég held að í fyrirtækjarekstri þá er alveg klárt mál að ef það gengur vel, þá eru fjárhagslega getur plúsin verið risastór og getur kannski þénað miklu meira en einhver annar sem bara í daglegri vinnu. Sem getur náttúrulega líka verið í stöðu sem borgar vel. En áhættan er líka miklu meiri. Því að nú þekki ég það bara því ég er að vinna með fullt af bæði ferðaþjónustuaðilum og fullt af fyrirtækja eigendum sem eru í verslun gegnum Górulalærin og þannig að það eru svaka möguleikar en áhættan er líka svo að þú getur kannski ekki fengið neitt borgað eða þú setur allt spariféð þitt í eitthvað fyrirtæki og hvort sem það gerist strax eða eftir 10 ár þá fyrir kannski allt á hliðina, þá ertu sumir kannski hræddir við það að þú ert kannski eftir einhvern tíma ekki með neitt fyrirtæki, ekki með neitt tekjur settir allan peninginn í fyrirtæki en átt engar eignir heldur og ert ekki með neina háskólagráðu kannski. Þannig að möguleikarnir eru stórir en ég held að áhættan geti líka verið. Þetta er kannski svona high risk, high reward dæmi, sko. Algjörlega, ég held að ekkert lýsi því betur. Við erum mætt hérna í Laxdalshús að leita að Birki Blæ. Við ætlum að tjekka hvort hann sé í sínu natural habitat hér. Hörðu, blessaði Birkir. Gaman að sjá þig. Gaman að sjá þig. Ég ætla að gera það sama. Já. Hvað segir þér gott fyrir? Góð bara, en þið? Geggjað góð. Together, when we were kids, we used to say that we'd be friends forever. But deep down, I always knew there was something more, more. And as I got older, I realized I fell for you. Close my eyes and see you smile. It's always on my mind. Over the years I've been drifting away from you, you. Sometimes I wonder maybe you're falling too. You
Sometimes I'm wondering, maybe you're falling. Geturðu sagt áhorfendum hvað það sem þú ert að gera og hvað það stendur fyrir? Ég bara að spangóla mikið, að syngja og semja og gefa út. Ég er búinn að gefa út 2 lög en þú veist, ég er búinn að semja fleiri. Þú ert búinn að semja hellingalögum? Það er einhver 20 lög komin eða eitthvað, ég er bara ekkert langt duglegur að gefa þau út, ég er alveg glataður í þessu. Gamli skúrkur. Og hvað ertu búinn að vera lengi í þessu? Semja, syngja? Sko semja, eða svona lagasmíða dótið er búið að vera frekar stutt, svona árið eitthvað. 20 lög á ári? Er það ekki? Er það ekki bara 20 lög á ári? Nei, það er 2 ár. Það er svona 2 ár og síðan er ég búinn að vera að syngja í, hvað? Ég vil segja 3-4. What? Byrjuðu það? Ég byrjaði í 10. bekk. Að syngja? Í alvöru? Almennilega? Já. Þú söngst samt alveg eitthvað, eða ekki? Nei, ég hataði að syngja. Síðan var ég allt í einu bara, ég var valinn í aðalhlutverk í einhverju skólaleikríti og þá þurfti ég að syngja. What? Þá var ég bara, jó, þetta er actually bara þrjóðu gaman. Og þá byrjaði ég bara að syngja gett mikið. Og já. Byrjuðu ekki fjölskylda þín samt öll í einhver svona tónlist eða? Jú, bara alveg bullandi sko. Enda þú veist, fjölskyldi mín á þetta, ég fæ bara að nota þetta sko. En Eyþór þú veist, stjúpappi minn, hann er í organisti í Akureyrarkirkju og alls konar stjórnar einhverjum kór og eitthvað svona, alls konar tónlistavesinn og mamma er söngkona. Og litli bróðir minn gerir með mér lög líka, svona, gerir alltaf undirspil í svona beatinn. Hann er svona producer-gæi. Hvað er hann gamall? Hann er, þú veist, hvað, 16 ára? Hann er 16 ára, já, byrju. Já, 16 ára. Og síðan, en pappi, hann hlustar bara tónlist. Já. Hann er ekki til mikið í þessu. Hvert er stefnan tekin núna? Við viljum fara í hvalaskoðun, ekki? Jú. Ok, við erum mætt núna í whale watchingi á leiðinni að bralla, fara í gallana og kýla þetta stað. Let's do it. Hey, try to understand that I'm doing all I can, but I guess I'm not the man you want. Just tell me your demands. Við erum komin núna á bátinn Mána með kapteinn Rikka á stýrinu. Við erum að fara með Arctic Adventures. Ætlum að fara að skoða hvali og veiða. Njótið. You say you want space, wanna break up, so you can try and find yourself. Maybe go and travel to New York. Are you just gonna leave me here? Baby, just take me with you, 'cause I don't wanna be alone. Baby, just take me with you, 'cause I don't wanna be alone. Ég hef verið mætt úr hvalaskoðun og sá reyndar engan hvali en við veitum einhvern fisk. Sko, við veitum náttúrulega ekki einn einasta fisk, það var bara ég sem veitti þennan fisk. Birkir, hvernig var ferðin hjá þér? Hún var alveg skemmtileg sko. Pínu óglatt svona, en kókið og kannusnúðunni björguðu mér aðeins samt.
Allavega, við ætlum að fara núna og grilla fiskinn sem að Stefán veiti svo vel. Þannig að já, see you there. Jó, ég veiti hennan hérna sjálfur, þið sáu það hér. Laus. Býtu. Birgjur. Já. Handveiddur fiskur af mér. Bræða þetta. Ég hef lagt mikið góð. Lostæti. Það er lostæti, sko. Takk fyrir maður.